Þá er komið að septemberleiðsögn fyrir Vog. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. En við skulum fara í lesturinn. Við byrjum á því að athuga hvaða Vog ég er að tala við. Ég fá áskoranir, uppákomur, viðburðir, það sem er framundan á næsta leiti fyrir þessa Vog. Það er mikið að vera en ég ætla ekki að fá svona mörg spil. Það er greinilega mikið í vændum hjá þessari Vog. Ok, við tökum 2. Og við fáum leiðsögn. Ok. Og ef við sjáum mögulega framtíð út frá þessu. Þetta, geymum þetta. Ok. Elsku Vog. Ég sé í fortíðinni þá hafa verið alls konar rússíbanar. Og svolítið skondið að sjá svona mikla rússíbana hjá Vog. Því að venjulega þá eru þau Voginnar í því að reyna að halda jafnvægi svo að það séu ekki rússíbanar. Og oft er skortur á rússíbönum. En mér finnst að hér hafa verið alls konar rússíbanar í kringum þig. Ekki endilega þú í rússíbana heldur aðrir í kringum þig sem hafa verið að búa til rússíbana og keypt þér með. Ég vona að þetta make sense fyrir einhvern. Mér finnst eins og að þú hafi verið svolítið að stíga inn í annarra manna rússíbana og oft jafnvel tilneytt að stíga inn í annarra manna rússíbana til þess að reyna að ná einhvers konar kontról á hlutunum. Finnst eins og að jafnvel þú hafir oft verið eiginlega svona hér þvingað til þess að taka ábyrgð og rétt úr kútnum og jafn út rússíbanan og svona taka til eftir rússíbanana án þess að hafa átt nokkuð í þessu rússíbönum sjálft. Það er það sem ég er að finna. Í dag þá finnst mér frekar að þú sért að búa til þína eigin rússíbana á þínum forsendum og rússíbanar til þess að þú njótir þeirra. Ekki einhverjir svona kaotískir sprengjur og læti og allt út allt eins og varst tilneytt til þess að taka alltaf til eftir aðra heldur. Hér er meira þú að njóta lífsins og búa til þína eigin gleðisprengjur, finnst mér. Og það er það sem að lífið fjallar þessa dagana, sem er dásalegt að sjá. Og hér framundan hjá þér, þá sé ég þig stíga inn á við og alveg svona djúpt inn á við, alveg bara, ég sé þig í mikillri innri vinnu og því fylgir ákveðin einvera en þú þekkir þessa einveru og þú þekkir hana á þann hátt að þú nýtur hennar. Ég er ekki að segja að þau sért endilega að fara að kúpla þig út úr öllum vináttum og samböndum eða skilja eða slúta eða eitthvað. Meira bara eyðir kannski auknum tíma í einveru og nýtur þess. Bara á þínum forsendum. Nýtur eigin félagsskapar, ert í sér mikla ró, mikla kyrrð, mikla íhugun og ígrundun. Mér finnst eins og að þú sért að fara í svona innra ferðalag sem er ekki rússíbani, heldur meira bara, mér finnst þú vera mikið í hugleiðslum.
og það kyrrð. Óbúslega góð kyrrð og mikill lærdómur í þessari kyrrð. Þetta rosalega ljúf orka sem ég að stíga inn í hérna með þér. Og ég eiginlega hreinlega, mér langar eiginlega ekki til að stíga út úr henni. Mér langar bara pínu til að vera þann. En við þurfum að halda áfram. En þetta, ég sé alveg rosalega mikla kyrrð, svona notalega þögn og innri vinnu, mikið hugleiðslur og mikil ró og mikil skilningur sem að fylgir því. Já, vá. Eins og ég segi, mér langar eiginlega ekki til að stíga út úr þessari orku en já, leiðsögn ein. Njóttu ferðalagsins, njóttu þess sem þú ert að gera, fagnaðu því sem þú ert að gera, það sem þú ert þegar búið að læra, fagnaðu með öðrum, sko þú þarft ekki alltaf að gera þetta allt saman eitt, það er svolítið þar, þú mátt fagna með öðrum, þú ert samþykkt, þú átt alls konar fólk í kringum sem styður það sem þú gerir, skilur það sem þú gerir líka. Ég að skynja eitthvað svona hörmungahyggju í þér. Þú málar svolítið skrattan á vegginn og það gerir engum gott af því að ef þú ert alltaf að einhvern veginn að búast við því versta eða lítum öxl, það tekur svo mikið af þínum lífsgæðum, það tekur svo mikið af gleðinni þinni. Leyfðu þér bara að njóta og leyfðu þér að fagna og bara líka í fáránleikanum þegar hann kemur. Stundum eru hlutirnir einfaldlega bara fáránlega góðir og þá skaltu njóta þeirra, ekki stíga inn í efann, sko þegar hlutirnir eru góðir, njóttu þess í stað þess að stíga inn í efann og byrja að búast við, nei þetta er ekki ekta. Nei, nú gerist eitthvað hræðilegt, núna þegar allt er gott þá pottet eftir eitthvað vont eftir að gerast. Aðeins að vinna með þessu hörmungahyggju hérna hjá þér. Það er vonandi að þú uppgötir það svolítið í þessari djúpu ígrundun og ró sem er þarna framöndan hjá þér. Og hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa á framtíðina er bæði það er svona ákveðin sátt við óvissuna, sátt við að vita ekki fyrirfram hvað gerist. Það er líka svona, já, traust við sjálft þig, innsæið þitt, innri viskuna þína. Þetta er ekki bara traust á alheiminn í rauninni. Að það spinnst alltaf eitthvað nú úr hlutunum og það sem á að vera, það bara verður. Ég sé líka djúpstæðar tengingar og svona öryggi í tengingu. Mér finnst eins og það tengist inn á það að það er einhver tenging sem þú átt, hvort sem það er vinátta eða fjölskyldutengsli eða elskugi, einhvers konar förunautur í lífiðinu sem þú hefur einhvern tímann verið að efast kannski einmitt verið að mála skrattan á vegginn og bíða eftir að koma í ljós að viðkomandi sé skítagl, afsakið. Ég þekki það. Og einhvern veginn svona, ég finnst þess að já, þú hafur kannski verið ekki að treysta því að hlutinir séu raunverulega eins góðir og þeir eru, ertu einhvern veginn að búast við að síðan komi raunveruleikinn í ljós og eitthvað falskt flagg falli frá. Þessi ótti við að gefa eftir og treysta, mér finnst það leysast meira upp, þannig að þú getur virkilega bara notið þess að vera í þessari tengingu þá við þennan förunaut þinn, burt sér frá hvernig sambandið er. Og þetta traust í sjálft þig og umheiminum að þú sért verndað, að þú sért nógu þroskað til þess að standa með sjálfu þér og gildunum þínum og vonum þínum og væntingum. Mér finnst þú vera öðlast
mikið traust á sjálfu þér. Og þetta líka svolítið svona það er verið að fjarlægja þig svolítið frá þessari ofur ábyrgð sem að mér finnst þú hafa verið í hérna í fortíðinni, að leyfa þér svolítið að sleppa tökunum og þú þarft ekki vera að passa upp á allt lengur, sem er ofboðslega fallegt að sjá. Ég ætla að fá smá auka einsýn hér inni. Akkurát. Ég sé átökin í fortíðinni og þú í einhvern veginn svona alltaf í þessari brynju og stríðsham nánast og þú þurftir alltaf einhvern veginn svona að vera að berjast fyrir öllu. Þó þú þurfið þess ekki í dag, þá er samt kunnáttan er þar til staðar. Og það verður svona að minna þig á, ok, já, þú þurftir að berjast hérna í gamla daga. Þú þarft ekki að berjast lengur, þú hefur kænskuna með þér, þú kannt að gera það ef þú þarft þess, en þú getur lagt niður vopnin. En ég sé að þú ert ekki tilbúið að taka brynjuna og leggja niður vopnin alveg. Not just in case. En svo er einmitt hérna framundan þetta með að stíga djúpt inn á við, loka augunum og fá viskuna innanfrá. Og treysta á verndina sína, leiðsögnin treysta og framtíðin bara hreint út hér, þetta er lovers, það er að segja sambandið. Hvort sem það skiptir ekki máli hvaða samband það er, þarf ekki að vera rómantískt, það getur verið það. Að það er fyrst og fremst ábending hér að njóta. Leyfðu þér að njóta án þess að mála skrattan á vegginn. Leyfðu þér að trúa að hlutirnir séu góðir. Jafnvel þegar þeir virðast vera óraunverulega góðir, leyfðu þér bara að njóta þess. Þú skaðast ekki á því að njóta. Það skemmir ekki fyrir að njóta. Leyfðu þér það. En hins vegar þá getur það dregið mikið úr upplifun þínum að efast. En ég vona að þú náir aðeins að sleppa þessum efa og fagna. Nú vil ég fá eitt spil hér og þessu stopp til að fá einn svona stutt skilaboð í lokin til að taka heimum saman. Já, svona styggjum þetta. Treasure of abundance. Rise higher, reach for your spirit. Leyfðu þér að njóta allsnægtina, það er hérna allsnægtin og gnægðin. Ég elska þetta orð, gnægð. Gnægðin er fjársjóður. Leyfðu þér að teygja þig hærra, leyfðu þér að teygja þig meira, sækjast eftir meiru. Og teygja þig eftir raunverulega anda þínum inn á við, inn í kjarna þinn. Umfram allt, finndu hvað það er mikil gnægð innra með þér. Þú ert endalaus uppspretta af orku og kærleika. Leyfðu þér að teygja inn á við og sækja í þá orku. Og leyfðu því að lyfta anda þínum. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.